Já, skulum hafa nokkur orðið fylki. Segjum það. Og skulum byrjaði að tala um ferningsfylki. Ferningsfylki. Og þá þetta svona: ef fylki hefur jafnmargar línur og dálka þá kallast það ferningsfylki. Svo þetta er svona almennt. Hérna höfum við það kannski C1, C2, C3, fyrsti dálkur, C1, C2, C3, annar dálkur, C1, C2, C3, þriðji dálkur. Þetta hérna fylki þá bara almennt 3×3 fylki og við táknum það oft hér. 3×3 fylki. Þetta verður að vera samantalan og svo kallast þessi lína hér, setja hana svona, eða stökin hérna, stök á forminu CKK, alltaf samantalan, eru stökin á meginhornalínunni. Meginhornalínunni. Og aðeins þau. Svo á hinni hornalínunni er svona kölluð. Hér C3, C2, C1, þessi bláu, ég segi þetta nú bara, við sjáum að ef við leggjum saman tölurnar í fæti, þá fá alltaf 4 af því þetta er 3×3 fylki. Og við minnumst bara á hana. Hin hornalínan er kölluð hin hornalínan eða hornalína 2. Megin hornalínan er líka kölluð hornalína 1 og hin hornalínan er kölluð hin hornalínan eða hornalína 2. Við erum ekkert að skrifa þetta allt niður. Og svo höfum við einingarfylki. Og þau eru bara þannig að ef stökin á meginhornalínunni eru öll talan 1 og stökin í fylkinu eru 0
utan hennar þá kallast fylkið einingarfylki. Og einingarfylkið með eina línu og einn dálk er einn. Það er engin stök utan hennar, þannig að þá svo sem ekki við að tala meira. I2 er þá 1 og 1 og svo 0 utan meginhóttalínunar. I3 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 og upp á sí 0, 1, 0. Og hérna eru stökin á meginhóttalínunni öll 1 og 0 utan hennar. Og svo höfum við líka 0 fylki. Skulum nota blaðið aðeins, það sé kannski ekki fallegt. 0 fylki. Ef öll stök í fylki eru 0, þá kallast það 0 fylki. Ef öll stök í fylki eru 0, þá kallast það 0 fylki. Og ég er kannski að hafa eitthvað svo ensku, þetta er meginni. Kannski identity matrix, það er kannski að geta að vita það. Svona identity matrix. Svona. Nú, svo kannum við fylgja margföldun, skoða hana og við skulum þá fjalla sko víxlinfylki. Snöggvast. Víxlinfylki þá er verið að tala 2 og 2 saman. Við verum að hafa látum A og B vera ferningsfylki og ef A fylgja margfaldað við B er sama og B fylgja margfaldað við A, ef þetta er það sama þá eru A og B sögð vera víxlin. Það á þá bara við hvort annað eða kommutatív. Svona. Og lítum hérna bara á dæmi. Sko A höfum það alltaf bara 1, 2, 3, 4 og B það er svona þetta einsta þægilegt. Prófum -1 hérna og 2 hérna. Og svo reiknum við bara A fylgja margfaldað B er 1, 2, 3, 4 og svo höfum við þetta -1, 2, 3, 2 og svo
við 1 sinnum mínus 1 pluss 3 sinnum 2. Þetta er mínus 1 pluss 6. Þetta gengur þetta upp hjá mér. Lína, sækið, lína sem þetta algur. Ég ætla að taka þetta. Þetta er þá mínus 1 og 6. Næja, prófum bara. Þetta er 5. Ég sýnum þetta þá bara. Þetta er 1 sinnum mínus 1 pluss 3 sinnum 2. Svo næsta lína 1 sinnum 3 og svo pluss 3 sinnum 2 og svo þessi. Þá er það 2 sinnum mínus 1 pluss 4 sinnum 2 og svo þessi. 2 sinnum 3 og svo 4 sinnum 2. Og þetta verður 6 mínus 1, þetta er 5. Hérna höfum við 8 mínus 2. Það eru 6, hérna höfum við 6, 9, 8 og 6, 14. Getur þetta gengið hjá mér? Prófum þá B.A. Engum aðtöku þetta er víxlið. Mínus 1, 2, 3, 2. Og það er fylgja margkvæmda við 1, 2, 3, 4. Nú bara reka þetta beint inn. Hérna fáum við mínus 1 og 6. Jú, það er 5. Byrja vel. Og lína og dálkur. Mínus 3 og 12. Það er 9. Og hérna. Þetta verða 2 pluss 4, það er 6. Og 6. Og 6 pluss 8 eru 14. Þar sem AB er sama og BA, í þessu tilviki er þetta 5, 6, 9 og 14, þá eru A og B víxlin og svona maður á alltaf við hvort annað. Allt í lagi. Er þetta einu fylkin sem eru, allir B sé eina fylki sem er víxlið við A og svarið er nei. Ég vil lækka þessa til dæmis. Já, ég hækka þessu meina og hækka þessu meina. Það bara, þá ætti ég 0 og 3 þá ætti ég að fá fylki sem er líka víxlið. Athugum að sjáum það. Athugum að C jafnt og
hækka þessum eina. Þetta ná bara við 1, 2, 3, 4, 0, 2 og 3 og 3. Víxlast líka við A. Einnig, segja það bara, einnig við A. Og verðum við ekki að prófa það. A, C, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 3 og við fylgjumarkvöldum. Þetta verður 0, þetta verður 6. Tökum, það er ekki hér, fáum 3 pluss 9 verður 12 og svo þetta hér 2, þetta verður 8 og að lokum þessi og þessi, þetta verður 6 pluss 12 18. Jæja, kannski þetta ekki rétt hjá mér, prófum það bara. 0, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4 og tökum þá þennan fyrst. Þetta verður 6. Tökum svo þennan. Þennan og þennan og þá fáum við 0 pluss 12. Já, það lítur vel út. Og svo tökum við þennan og þennan. Fáum 2 pluss 6 sem eru 8. Og lokum þetta, fáum 6 pluss 12 það eru 18. Og jú, við sjáum að þar sem AC er sama og CA þá eru A og C þess að einnig víxlun og þá eigum við hvort annað svona kommutatív. Þannig að það getur verið fleiri en eitt fylki sem að víxlast við til dæmis eitthvað gefi fylki A. En, aftur á móti, skilgreining. Þá höfum við bara eitthvað fylki A, átum A, er eitthvað n sinnum n fylki, það verður að vera það, eða ferningsfylki. Og ef til er ferningsfylki B sem sagt jafnstórt, þau verður jafnstór, annars er náttúrulega margföldurinn ekki jafnstórt því bara þá er líka n sinnum n ef það er n sinnum n. Þannig að A sinnum B er jafnt og B sinnum A þá ég við náttúrulega A fylgir margfaldað við B og B fylgir margfaldað við A og þetta verður einingafylkið. Þá er B kallað eða sagt vera eða sögð andhverfa fylkisins A og þá er það táknað svona að sem sagt er B er andhverfan. Nú ef já, tökum dæmi fyrst. Ef A er 1, 2
3, 4 og prófum B jafnt og við ætlum að vita hvað þetta á að vera sem að þetta er 4 mínus 6, það er ákveðin og mínstökin skiptast á sætum, það er 4 og 1 og hinn fari mínus við það. Við vitum alltaf svarið hér. Þessu 4 mínus 6 er mínus 2. Alltaf þeim. Þetta er þá, þetta er náttúrulega hverfan, en þetta A, B er 1, 2, 3, 4, B mínus 2. Mínus, þetta er allt í mínus. Nei, nú vil ég laga þetta. Ákveðan er, hvað er þetta hjá mér? Ákveðan er, það var 4 mínus 6. Mínus 2 og það gerði ég svo mikslaði hér það 4 á því einum og það er í og deildi svo með 2 það fæ ekki mínus 2 og mínus halvan setja mínus á þetta, en það er líka mínus jákvæðinni, þannig að þau eru jákvæð. Já, nú fór ég mínus við það og svo er mínus jákvæð. Jæja, svona. Þannig við setjum mínus 2 hér, 1, 3 aðrir og hálfur og fylgja margföldum. Hérna fáum við mínus 2 mínus 2 pluss 3 mínus 2 pluss 3 það er 1 hérna fáum við nei, þetta er svona þetta er 3 aðrir mínus 3 aðrir það er 0. Svo þessi 2 sinnum mínus 2 er mínus 4 pluss 4 það er 0. Það er bara 1 eftir að næstu annað 2 sinnum 3 eru 3 og 4 sinnum mínus halvur eru mínus 2 3 mínus 2 það er 1. Og svo, sem sagt, þetta er I2. En svo verður líka alltaf að svona, já, styrum að þessu. Mínus 2, 1, 3, aðrir. Mínus halvur. 1, 2, 3, 4. Og tökum við fyrst línu og dálk, mínus 2 og 3 aðrir sinnum 2 eru 3. Mínus 2 pluss 3 eru 1. Þessi. Fáum hérna mínus 6. Hérna fáum við 4 á 2 stýrt út, það er 2 sinnum, þannig við bara 0.
og hérna einn og hérna tvissunum mín hálf líka einn, en það frá, alveg fá 0, alveg að ná tökum á þessu leysageisla. Þessi og þessi, hérna fá þrist, svo hérna fá við tvist frá, en svo það sem AB sama og BA og þetta einingafylki, nákvæmlega einingafylki í 2, þá B andhverfa A og náttúrulega af samhverfa ástæðum þetta sem sagt A þá andhverfa fylkisins B og þess vegna getum við leyst jöfnur og búin að skoða það ef við höfum til dæmis ykkur jöfnur sem lítur svona út og þó, við skulum segja eitt fyrst tengni það þýðing á associativity þýðir sko ef að A, B og C eru fylki þannig að sko þetta skilgreind þetta fylgja margvætti skilgreind og þetta fylgja margvætti skilgreind B, C sem sagt þetta mynda þetta þá sko A, B ef við gerum það fyrst og síðan fylgja margföldu það við C það sama og fæst að fylgja margföldu fyrst A og B og fylgja margföldu svo C við það og það heimadæmi og prófa þetta fyrir G fylgja A, B og C jæja en svo höfum við þetta allt saman til þess að leysa jöfnur A þá n sinnum n fylgi x n sinnum 1 dálkvegur og b líka n sinnum 1 fylgi eða dálkvegur svo bara svo gott venju A talnafylki, x breytufylki og b talnavegur sem sagt við þarfum gefna tölur ef ákveða A ekki 0 þá hefur þessi jafna hér nákvæmlega eina lausn hún x andhverfa A fylgja mannkaldaði B af því að það getur ekki verið neitt annað aðeins að fara upp aftur við sáum sko að gott og vel að 2 fylki víxlast við C en A víxlast líka við B þannig að það er fleiri en eitt fylki sem víxlast við A en í tilvikinu þegar sko út kemur I þá eru þau ótvíri það er bara eitt fylki til B sem að víxlast við A þegar út komi I sem sagt einingafylki þetta er hann ótvíræð og ég hefði kannski getað skella inn sönnun á því hér ég ætla að færa hana bara hingað bara sjá þetta við þurfum komið með tengnina og ég get ekki bara fært þetta hérna niður svona
Svona, það þarf að koma fram. Sko, andhverfa er ótvíræð. Ótvíræðinni þýðir bara ótvíræð. Þýðir að það er bara eitt og eitt fylki. Sem er þannig að ef við fylgjum margkvöldum af við það og útkemur einingafylki, þá er ekkert annað fylki sem að uppfyllir það sama. Þess að við prófum það, sko, til að látum, alveg svo erum við áðan hérna bæði B og C vera andhverfur A. Þá getum við sagt allt í lagi, við megum þá nota þetta B er sama og EB, því að það að margkvæmda með E breytir engu fylkið, og þetta er E getum við litið á svona, það er náttúrulega sko BA, það er E, svo kemur B hérna, og ef að C er líka andhverfa, þá er þetta náttúrulega líka E. Þetta sem sagt er E. Og ef að C væri líka andhverfa, þá er það náttúrulega líka E. Ég má ekki hafa nýtt tákn hér, ég er að fylgja margkvælda, alls ekki. Og svo er það B hérna áfram. En nú getur notað tegnina og sagt AB. Og AB er E. CI Þannig hérna stendur bara að það er að segja B er alveg nákvæmlega sama og C, það er það sem þessi stærðfræði þýðir. Og svo getum við gert þetta líka í hina áttina, sko, farið með í hérna megin við út af eiginleikum andhverfunar. Þannig að það er bara eitt fylki sem getur verið andhverfa. En þið prófið það þá bara sjálf. En þetta bara veit maður þá. Og þess vegna er það sem að andhverfan er ótvíræð. Þá getum við leyst þessa jöfnu. Nú skiptir máli hvorum megin við fylgja margkvöldum. Sko, almennt skiptir máli hvorum megin við komum að fylki því við erum að margkvælda gegn fylki. En nú getum við gert þetta svona, sko, segjum bara andhverfan við, sem er bara einhvern ferlingsfylki alveg eins og hitt. Það sé að þess vegna verðum við að gera þetta svona. Svo við gerum það sama beggja vegna. Svo notum við tingnina hér þess að sjá að þetta hlýtur að vera satt. Þess að andhverfa það er náttúrulega þetta hér. Svo ekki B yfir. Þetta er náttúrulega B. Svona. Og svo held ég áfram kannski að reikna til vinstri. Þetta er X og þetta hér er Y og það er X. Svona. Þess að maður býr til lausnina með fylgja margkvöldun. Svona. Þá ætlum við bara að tala nokkur orðum kannski sumureglur. Og oft er nú bara best að prófa að stilla upp nokkrum fylgjum og æfa sig kannski bara annað í MATLAB eða bara á blaði. Sumureglur, þá höfum við látum þá bara A, B
O vera fylki þar sem O 0 fylkið. Sko, og þau eru öll jafn stór. Þau eru öll með N línur og M sinnum N fylki. Þá þetta mynda sko, þá A plus B skilgreint. Þá það líka M sinnum N fylki. Og 2 getum sagt að A plus O áfram A. Þetta svona kallað tilvist samlagningar andhverfi. Við þurfum alltaf að hafa þessi hugtök. Fyrirgefið, hlutleysu. Og þetta náttúrulega áfram M sinnum N fylki og segjum þetta bara nóg fyrir okkur núna að A plus mínus A líka til og það O. Hérna erum við að tala tilvist samlagningar andhverfu. Og þau verður að vera jafn stór og við leggjum fyrir punktvist, látum A vera 1, 2, 3, 4 og B notum bara þetta hérna 3 mínus 1, 2 þá A plus B það 1 plus mínus 1 búum við þennan og við leggjum saman náttúrulega tölur í sömu sætum. Þetta það 3 plus 3 svo við 2 og 2 og 4 og 2 4 plus 2. Þetta kallað punktvís margföldun. Það má bara leggja saman sko stök sem eru í sömum sætum. Og hérna fáum við þá 0, hérna fáum við 4, hérna fáum við 6 og hérna fáum við 6. Þannig þetta þá vel skilgreint. Reyndar megum við síðan líka, svo kannski kom fram að í reglunum, það verður líka að vera skýrt að það má þátta. En þá margfaldast togarinn hérna við hverja tölu. Svona. Og ég minnist nú ekkert á hitt. En þá það sem við ætlum að skila dæmum úr við ætlum að fjalla byltingu. Transposition. Og sko, við kannski gerum þetta til að gera þetta almennt. Svona, veistu þetta? Við hefum þetta einhvern veginn svona. Sko, hér höfum við fylki A og setjum það bara sko, fram á sínu almennasta formi. Og hnitakerfi fylkisins, þetta bara M sinnum N, fylki M línur og N dálkar. Þá byrja ég að telja niður í M, ég vil að byrja svona A1, A2 og A3,
svo tel ég hérna allar niður í ykkur tölu M, fjöldi lína. Og þetta er fyrsti dálkur. 1, 1, 1, 1. Getum við lokað þessum. Og svo kemur aftur telur niður línunar. A1, A2, A3. Teljum hérna niður í AM. Og þetta er annar dálkur. Svona. Og svona höldum við áfram. Hér erum við fyrstu línu. En við erum komin í síðasta dálkinn, AN. Og svo höldum við áfram. Hérna erum við komin í aðra línu og síðasta dálk. Hér erum við í þriðju línu og hér er síðasti dálkur. Ég passa með að missa ekki ennin. Og svo höldum við svona áfram hingað þangað til komin í endu línu og enda dálk. Þannig að þetta er þá svona almenna framsetning á stöðlafylki, þessi fylki sem bara inniheldur tölur. Og stundum er því að þetta er svona, getur verið dálítið vinna alltaf að skrifa þetta, að það er að nota 2 hlaupara á I og K og almennt er formið á þessu svona. Jóðið hleypur frá einum upp í M. Jóðið hleypur frá einum upp í M. Og þá setjum við bara öll stökin svona. Svo eru þau oft búin til með 2 forlíkjum. Við segjum allavega, segjum að jóðið hlaupi á dálkum. Nei, línum. Jóðið hleypur frá einum upp í Jóðið hleypur frá einum upp í M. Og K-ið hleypur frá einum upp í N. Sem sagt K-in hlaupa hér 1, 2 og svo framvegis allar upp í N. Og ég ætla að stróka út, en stundum hefur maður þetta þá bara svona, ég gleymdi að skrifa K-ið, að línurnar hlaupa frá einum upp í M og dálkarnir hlaupa frá einum upp í N. Og í íslenskum bókum ætti nú alveg að gera það. LD og minni þá lína sinni dálkur. En við skulum hafa þetta svona. Svo þetta er nú alþjóðlegt táknmál. Jóð og K, línurnar hlaupa frá einum upp í N og dálkarnir hlaupa frá einum upp í N. Það eru N margir dálkar. Og þarna höfum við þá fyrir okkur nýtakerfi fylkisins. Og svo skilgreinum við að þegar við byltum fylki A þá verða allar þá verða línur þá voru lína með tiltekið númer að dálki með sama númer. Sem sagt lína númer 1 í fylkinu A verður dálkur númer 1 í fylkinu A bylt. Og þess vegna þegar maður er að skrifa formúlur er nóg að gera nákvæmlega það. K kemur hér og síðan jóðið og svo getur maður að skrifa þetta bara aftur. K-ið hleypur frá einum upp í N. Nú er þetta orðnar línur. Það eru N margar línur og jóðin er núna dálkar sem hleypa frá einum og upp í M. Og ég er svo sem ekki lengi að skrifa þetta út, ég þarf að geta að gera þetta. En núna verð ég að telja þannig að þetta var allt fyrsta lína, A1 nýra. Ég horfi bara á þetta hér.
þetta var allt sko, fyrsta lína, en hún á að verða dálkur núna. Þannig að ég skrifa hana bara upp aftur, einn, og svo held ég áfram hérna, þangað til ég komin með þetta stakk. Það skiptir alveg sæti. Og svo, þetta var þá 2, þetta fer hingað og ég tel upp í N. Og nú sé ég að þessi lína verður dálkur númer 2 og ég get þá byrjað að skrifa bara A2 og A2 og svo bæti ég við núna 1, 2 og alltaf leið upp í N. Og svona heldum við áfram. Síðasta línan í fylkinu A verður síðasti dálkur í fylkinu A-bilt. Og ég byrja þá. Alltaf leið AM og AM og svo tel ég niður. 1, 2 og alltaf leið í N. Og hér æfa okkur í allavega að stilla upp hlítakerfinu. Nú, svo prófa maður kannski að taka dæmi. Lítum á fylkið A og 1, 2, 3, 4. Þá er A-bilt. Þetta var 1, 2, 3, 4. Skrifum þessu upp. Svona. Og við sjáum það að ef við byltum síðan aftur, það er að segja, skrifum 1, 3, 2, 4 og byltum því, þetta er þess að AT, að þá fáum við bylti þessu, þá fæ ég 1, 2, 3, 4 sem í fylkið A eðlilega. Við bylti fylkinu A og sí. Þá var þessi lína þessum dálki, þessi lína dálki 2. Ef ég bylti síðan þessu hérna, þá verður fyrsta lína fyrsta lína. Já, ég var að skrifa það bara upp. 1, 2, 3, 4, ég ofta að bylta því. 1, 2, 3, 4 og nú bylti ég því og fæ þá að fyrsta lína verður að fyrsta dálki og önnur lína verður öðrum dálki og það er nákvæmlega fylkið sem voru með í upphafi. Svona. Svo er ein regla sem er dálítið erfið, regla byltingu. Svona fyrst kannski. Og þó, sko, fylgja margföldun er einhvern veginn svona að við getum fyrst athugað að ef við höfum fylki A og það er M-línur og segjum R-dálka og svo ætlum við að fylgja margfalda það við eitthvað annað fylki B og þá verður B að hafa R-línur og svo skiptir ekki máli hvað dálkarnir eru margir nema hvað að þetta hér verður að standast á vera sama talan svona. Þetta er bara út frá skilgreiningu á línulegri samantekt vigra því að þegar við erum tökum línulega samantektir þá verður hafa jafnmargar skalara og vigra. Þetta er náttúrulega heldur áfram yfir í fylkin. Var það ekki, ef maður hugsaði það svona, hérna, eitthvað fylki og þetta er sko fyrsti vigurinn í fylkinu sinnutalan C1 og svo annar vigurinn í fylkinu og talan C2 alveg þangað til að við erum komin að síðasta
vigrinum í fylkinu sinum sé n. Ef að og þetta hér sé hefur þá í þessu tilviki fárum bara þetta kannski að gera úrvöld á výfluga, kannski að skilja þetta bara allir með léttuleik. Þetta sé í þessu tilviki með n marga línur, sögðu við, C1, C2, C3, aðnaleið Cn og fyrir hverja tölu hér, C1, C2, C3, þá hittir hún ákvæðlega dálk með sama númer hérna úr fylkinu A. Og þetta verður að passa, því annars gengur línulega samandektin ekki upp. Og þetta erfist hér. Hérna sjáum við línur og hérna sjáum við dálka. Og fjöldi dálka, alltaf seinni talan í mælingu á fylki, verður að vera sama tala og fjöldi lína í fylkinu sem vera margfalda frá. Fylkja margfalda við. Nú, þess vegna getur það vel gerst að AB til, sem fylki. Sjáum það bara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og ég má margfalda þetta við eitthvað fylki. Þetta sem sagt 3 dálkar, ég bara bý til eitthvað hér, -1, plus 2 og 3 og svo get ég haft eitthvað meira, skiptir svo sem ekki máli hvað ég með marga dálka. Látum þetta bara nægja. Við sjáum að þessi hér þetta eru 2 línur og 3 dálkar. Ég verð að hafa 3 línur hér, 3 línur og 1 dálkur, en þá veit ég að útkoman verður 2 sinnum 1 fylki sem vigur og við myndum þá reikna bara hérna 1, -1, hérna komin í -1, hérna komin í 4, tökum þá komin í 3 og hérna komin í -9, þetta verða -6 og svo heldum við svona áfram, svo tökum við sagði ekki örugglega tvisvar 1 vigur. Þessi tala og þessi tala, það er það sem að skila sér hingað. Jæja, þetta er 4, þetta er -4, þetta verða 10, þá erum við komin í 6 og 18 í mínus, þá erum við -12, svona. Og svo ef það væri bara fleiri vigrar hér, þá kemur fleiri tölur. Sjáum að AB til, og það er bara þessi vigur, -6, -12, en BA ekki til. Það er ekki hægt að skilgreina -1, þetta er 2, -3, þetta er B-ið og A-ið kemur hér, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vegna þess að ef við skrifum núna fjöldi lína 3, fjöldi dálka 1 og ef við skrifum við hitt fylki þá höfum við fjöldi lína 2 og fjöldi dálka 3 og ef við ætlum að reyna að fylgja margfalda hér þá vantar. Við þurfum að fara hér út eftir fyrstu línu, þá fá -1, svo 1 og svo vantar eitthvað hérna. Þess að geta gripið fjarkan. Þannig að þetta hér ekki til. Svona. Og þá komum við losað byltingunni, já. Skaut þarna inn spjalli fyrst sem sagt bara fylgja margföldun. Regla byltingum sem sagt ef við
fylgja margföldum A við B og byltum svo, þá snýst röðin við verðum að hafa B bylt sinnum A bylt. Og skulum bara skoða bara fyrst með því að telja út línur og dálka. Sko, ef að þetta hérna er skilgreint, segjum að AB sé, segjum bara að þetta AB sé M sinnum N fylki. Hér höfum við ekki lengur upplýsingar það hvað A og B voru. En ef okkur er sagt að A sé M sinnum R fylki með M línur og R dálka, þá kemur ekki neitt annað til greina en að B sé R kross N fylki. Það verður að vera það sama. Og sjáum þá að gera þetta svona, þá er A bylt, það víxlu við á línum og dálkum. Það er R kross M fylki og B bylt og víxlu við á línum og dálkum og þar með náttúrulega fjölda. Það fáið N kross R fylki. Og A bylt sinnum B bylt, það gengur almennt bara ekkert upp, ekki nema akkurat ef að N er líka samtala á N. En það myndi þá þýða ef að M er sama á N að A og B M er sama á N væri þá ferningsfylki. En hins vegar gengur alltaf að fylgja margfalda ef A, B er vel skilgreint og þá er náttúrulega ekki gert neitt annars svo sem þarna heldur en bara að víxla. Þetta verður A, B bylt er bara N kross M fylki og ekki, ætla að gera þetta svona, er N, M kross N. Þá er A, B bylt, það er þá N kross M. Og við sjáum þá að við ætlum að mynda N kross M fylgju þessum tveimur, þá kemur aðeins til greina að B bylt komi á undan A bylt, því að sko þetta er N kross R og þetta er R kross M sem verður þá, ég verður með rauntölur, þetta verður þá N kross M fylki og við verðum með tvinntölur og verður þetta, já, tvinntalna fylki og ykkur alveg sama hvort þetta er rauntölur eða tvinntölur, þá verður þetta bara eitthvað fylki með eitthvað konar fyrirbærum svona sem stök. Nú, það sem að skiptir okkur máli síðan mér eru síðan aðrar byltingarreglur sem eru miklu auðveldari heldur en þessi byltingarreglur og ef við leggjum saman tvö fylki sem er það nokkulega stór, það gengur ekki af í sætum og byltum þessu, þá er þetta bara A bylt pluss B bylt. Og ef við margföldum A með einhverju RS tölu A og B með einhverju tölu T og byltum,
þá þetta nákvæmlega eins og við viljum það sé. T sinnum A bilt pluss, nei. S sinnum A bilt pluss T sinnum B bilt. Í fínu. Þá kemur það sem er skiladæmi númer 1. Það snýst það að hægt er að liða fylki, kallum það bara C eins og í skiladæminu, upp í 2 fylki S og T, þar sem S bilt er sama á S, en T bilt verður mínus T af mínus T. Og svona fylki sem ætla orðið öðruvísi. Og þá þurfum fyrst að vita, ef fylki A er þannig að maður bylti því og aftur kemur sama fylki, þá er A það sem er kallað samhverft fylki. Og dæmi það, kannski ef A er svona að því sinni því fylki. Þá þurfum við bara að gæta því að hafa línurnar og dálkana eins. Setjum bara 1, 2, 3 hér. Nú ef ég set 5 hérna, þá verður að vera 5 hér. Nú ef ég set mínus 2 hérna, þá verður að vera mínus 2 hér. Og svo setjum við kannski bara 0 hér. Og bara eins og þetta var búið til, þá er fyrsta lína er sama og fyrsti dálkur. Önnur lína sama annar dálkur, þriðja lína sama þriðji dálkur, svo lesa ef við bara af þessu leiðir að það breytist ekki þó við víslum á línum og dálki með samsvarandi númer. En ef A bilt er sama á mínus A, þá er A and, það kalla það and samhverft fylki. Og ef við búum okkur til and samhverft fylki, þá bara búum okkur til and samhverft fylki. Byrjum að búa okkur til 1, 2, 3, skrifum eitthvað þægileg stök á meinháttalínuna. Og ef þetta er 5, þá verður þetta að vera mínus 5. Ef þetta er mínus 2, þá verður þetta að vera 2. Og ef hér er 0, þá verður hér að vera mínus 0, en það er 0. Svona, og ef við prófum að bylta þessu, þess að A bylt verður 1, 5, mínus 2. Ég tók fyrsta línu og breytti henni í fyrsta dálk. Tek aðra línu og breytti henni í annan dálk. Mínus 5, 2. Habba, lúljó. Og svo þriðja lína sem er 203, hún verður þriðji dálkur 203. 203. Og svo tökum við bara mínus út fyrir fylki og þá sé ég að þetta verður alltaf að vera 0. Þarna kom það.
Þetta verður alltaf að vera 0 til þess að þetta gangi upp. Ég vil taka mínus út fyrir eins og kemur fram í skeletin. En nú er ég ekki neinu vandræði með að taka mínus út fyrir fylki og ég fæ 0, 5 og mínus 2. 0, 5 og mínus 2 og mínus fyrir utan. Næsta 5, 0, 0 mínus fyrir utan, þá verður 5 mætti hér og síðan 0, 0 og svo hérna 2, 0, 0 og þetta er nákvæmlega mínus A. Það er ekki alveg eins og A nema það er mínus komið fyrir fram. Svona. Og hvaða formúla hlýtur að vera fyrir þessum fylgjum? Og það er þá bara eins og oft er að tökum þá þetta þýðir að segja að eitthvað fylgi sé og það er þetta liðað upp í 2 fylgi, annað á heita S svona, og hitt á heita T og annað á vera samhvert og hitt andsamhvert og þá kannski bara að gera aðtúa eitt. Sko, hvað gerist? Við prófum þess að skoða bara S og aðtúa hvað hitt verður þá. Við verðum að nota stökin úr C til þess að búa til samhverfa hlutan og svo hugsaði maður þetta smá stund og velti fyrir sér hvað þetta að prófa svona þess að skoða málið, prófa bara C og C bilt og hvernig lítur það lítið út til að bara skoða núna fyrir tísunum 2 fylki þið skoða fyrir tísunum 3 fylki sko C hefur þá C1, 1 C1, 2 C1 prófaður C1, C2 og 1, 1 C1, 2 C2, 2 þetta er bara eitthvað fylgi C og ég bylti því og það er náttúrulega breyta þessari línu í fyrsta dálk C1, 1 C1, 2 og C2, 1 C2, 2 leggja þetta saman og þá fæ ég 2 sinnum C1, 1 þessi pluss þessi svo tekið þetta hérna C1, 2 pluss C2, 1 og svo þetta stakk við þetta stakk og ég skrifa nú þetta á undan þá fæ ég C1, 2 pluss C2, 1 og svo að lokum þetta hér 2 sinnum C2, 2 þá sé ég nú að byrja 2 sinnum 2 fylki þá er þetta fylki sem ég var að búa til það er greinilega að við byltum því þá fáum við aftur S því að þessi er alltaf föst og þetta hérna stakka nákvæmlega stort út á hér á sömu liði C2, C2, 1, C2, C2, 1 þar með á að veit ég hvernig ég vil hafa þetta ég vil hafa hálfan hér ég vil hafa hálfan þarna af því að það sé maður sko að C ég ætla að skrifa þetta hérna upp það er hálfur eða hálft C pluss hálft C bilt ef þetta er þessi mitt og þá verður andsamkværa fylki að vera hálft C þá er ég komið með 1 C og taka svo
hálft sébilt í burtu. Og svo kemur nú fljótlega í ljós þegar maður myndi prófa þetta að hér strókast alltaf út stökin á meginhornalínunni í T-fylkinu, andsamar hverja fylkinu og þetta verður svona eins og við vorum að gera hér. Allt og sumt. Svo er þetta notað í reiknikerfum, hreyfikerfum ætlaði ég að segja og víðanna staðar þar sem að við þurfum að geta náð í samhverfa hlutafylkis og andsamhverfa hlutafylkis. Náðu einhvern veginn í kósinusinn og sínusinn í þeim fylkinu. Þannig að segja þetta gott.